Velkomin. Takk. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að bjóða mér. Fyrir þá sem veit ekki, hver ertu og hvað gerirðu? Ég heiti Gunnar Ingi Valgeirsson og ætli ég sé ekki þekktastur fyrir lífið á biðlista í dag. Já. Það sem að ég að taka viðtöl við fólk sem að hefur bæði reynsla af því að vera að bíða lengi eftir að komast inn í afindrun eða meðferð og fólk sem að ennþá að bíða og núna að færa mig yfir í, það eru fleiri þættir á leiðinni þar sem ég meira að einbeita mér að aðstandendum. Okay. Og ég bara svona að reyna að sýna heildarmyndina af, þú veist, hvernig það að lifa svona, sko, þú veist, þetta svo falið. Það ekkert margir sem vilja tala þetta, hvað þá opinberlega. Þess vegna eru öll mín viðtöl í nafnleynd og ég passa vel upp á það að eini sem viðstaddur við tökurnar ég. Já. Og ég fel bæði andlitinni þeirra og breytir röddinni þeirra. Svo að það sé sem minnstur líkur á að ykkur komist að því hver þetta svo þau getur bara að tala nákvæmlega það sem þau vilja. Og það getur verið alveg rosalega átakanlegt stundum, sko. Já. Og margar sögur sem að, þú veist, ég sjálfur alkohólisti eða með fíknisjúkdóm. Já. En samt, þú veist, blöskrar mér stundum við því sem ég heyri, sko. Hvað ertu gamall? Ég 30. 30, já. Og hvað, við tölum aðeins þína svona reynslu, hvernig var æskaðin, hvernig byrjaði lífið svona fyrst, skólinn og... Sko, ég held í fram allavega en að ég sé bara svona alkohólisti eða fíkill sem var bara skrifaður í stjörnurnar, sko. Þú veist, ég var alltaf að fara að verða fíkill, sko. Eða með fíknisjúkdóm. Það var bara einhvern veginn, þú veist, það hefði hver sem ég geta séð það að ég var á leiðin eitthvað svoleiðis. Já. Þú veist, ég var mjög óöruggur krakki, en samt mjög gat ekki verið kjur. Ég var alltaf að flýja raunveruleikann inn í tölvuleiki og leið bara best einum einhvern veginn. Átti ekkert marga vini, þú veist, 1 eða 2, var mikið strítt. Átti mjög erfitt með að tengjast fólki, þú veist, mamma og pabbi voru að vinna mikið og þú veist, ég var farin að sjá og meira að minna mig bara, þú veist, mjög ungur, sko. Já. Byrjaði, þú veist, ég lærði mjög fljótt hvernig átti að elda og svona og var alveg mjög sjálfbjarga en, þú veist, en svo var alltaf þessi púki á bakvið og var alltaf að gera eitthvað af mér, þú veist, til að fá bara eitthvað athygli, þannig séð. Ég, þú veist, eins og ég sagði að mamma og pabbi voru alltaf í vinnunni og þannig að það var alltaf verið að reyna að koma mér fyrir, þú veist, í pössun og gæslum og en ég var alltaf að strjúka, þú veist, ég byrjaði að strjúka bara fyrst í leikskóla. Já. Og þú veist, og fljótlega, þú veist, kom upp eitthvað svona rebel í mér. Já. Og, þú veist, ég var fyrst tekin að löggunni, ég var 6 ára. Já, ok. Og þá braust ég inn í eitthvað vinnuskúr með vinum mínum og brutum fullt af bollum og eitthvað svona og þá kom löggan og svo kom hann aftur í sömu vikunni og þá hefði ég fundið eitthvað spraybrúsa að ég var læstur úti en bílskúrin var ólæstur, sko, og ég fór bara inn í bílskúr og fann spraybrúsa og datt bara í huga að labba um allt hverfið og spraya á öll húsin sem ég sá. Já. Meðal annars mitt eigið. Já. Og mömmu fannst það ekkert sérlega gaman. Og svo kom hún aftur, þú veist, hún kom ekki aftur eftir það en ég þurfti að hlaupa frá henni í sömu vikunni eftir það þegar ég var að klifra upp á leikskólanum og hlaupa í burtu þegar hún kom. Þannig að, þú veist, og ég fór að stela úr búðum 7 ára og þú veist, allt bara fyrir eitthvað svona kikk, skilur við. Og takja samir og spennu fíkn einhver. Já, bara, þú veist, spennu fíkn, þú veist, bara að fá eitthvað kikk og svo en þú veist, á sama tíma, þú veist, þá ég ekkert, þú veist, ég ekkert eitthvað, þú veist,
ég ekki svalisti gæinn í bekknum, skilur. Ég ekki, ég alveg frekar mikið lúði, sko. Já. Og fékkst einhverja greiningar eða eitthvað þegar nei, það hefur ekkert verið farið í það þegar það verið að hringja lögguna? Nei, ekki neitt, sko. Ég fekk ekkert greiningu fyrir en að ég var orðin fullorðin, sko. Já. En talandi um það, þú veist, meirihlutann á neyslunni minni var ég bara meðhöndla mitt ADHD með fíkniefnum, sko. Já, það er mjög algengt virðist vera, sko. Já, þú veist, þegar það var eitt sumarið þegar ég var 11 ára, þá fórum við til Hríseyjar fjölskyldan og þar kynntist ég svona vandræða í Hrísey? Í Hrísey af öllum stöðum? Af öllum stöðum, það var 2 vandræða gemsar í Hrísey sem að mér fannst svalir og þeir voru byrjað að fikta við sígarettur og svona eitthvað og ég byrjaði með þeim þannig að eftir þetta sumar þá kem ég aftur í grunnskólan og ég hlustaði alltaf á rap, þú veist, Eminem og 50 Cent og eitthvað svoleiðis og ég kom heim eftir þetta sumar, hendi öllum rapdiskunum mínum, fór og keypti mér Guns N' Roses og AC/DC og safna síðu hári og gekk með gallajakka að mömmu minni og bara orðin eitthvað svona breyst alveg bara breytt alveg karakter einu sumri, sko, og þú veist, og hægt að rólega fór þetta svona stiðmagnast þá. Já. Fór að fikta við áfengi 12 ára og en þú veist, ekkert eitthvað alvarlegt fyrir en ég var orðin 16 ára. Nei. Þá fyrsta framhaldsskólaballið þegar ég loksins datt í það. Já. Þetta, áttu systkini eða? Já, eina eldri systur. Já. Og bara er hún mikið eldri eða? 2 árum. Og allt góð með hana eða? Já, við erum alveg sikk sortin, sko. Já, ok. Hún spjaraði sig og fór bara, þú veist, og menntaði sig og þú veist, og öll fjölskylda mín svo vel mentuð og allir í góða vinnum, að reka fyrirtæki og eitthvað svona og svo kom ég sem ætlaði að vera listamaður. Já. Og Svarti sauðurinn, sko. Já, þetta er rosalega svona, já, er engin alkoholismi eða eitthvað? Ekkert það nálægt, sko, þú veist, að báðir bræður ömmu minnar, 2 þeirra og voru miklu alkohólistar, einn þeirra tók sitt eigið líf en það var ekkert svona í kringum mig í æskunni minni, sko. Þú veist, þessi hinn bróður ömmu minnar, hann var lokaður á Klepp og var einn af þeim sem, þú veist, fekk svona raflosts meðferð við alkohólisma og okkur svoleiðis, sko, en þú veist, ég man bara eftir honum, þú veist, hann var edrú þegar ég var krakki, bara því að hann var lokaður hann inni og þú veist, og talaði ekki mikið, sko, það var ekkert svona, þú veist, það var ekkert svona sem ég tengdi við þannig séð með alkohólisma, sko. Nei, hann hefur bara búin að drekka sig alveg í rugl bara. Já. Og hvað og þú segir á fyrsta menntaskólaballinu þá byrjaði þetta þá fyrir alvöru? Já, þá sem sagt náði ég að sannfæra mömmu og pappa að væri sniðast að kaupa fyrir mig áfengi frekar en ég væri að fá því okkur ókunnum, sko. Og þau kaupa fyrir mig, þú veist, og þarna sýnir þetta segja strax, sko, hvað ég þú veist, bara alkohólisti í bígerð, sko, þú veist, að ég hef búin að fara inn á vínbúða síðuna og ég hef búin að finna bjórinn sem mér langaði í, sem var Faxe 10%. Já, 10%, já. Og ég sá bara, þú veist, mestu prósentir, skilur, ég verði að fá það. Já. En þau vildi ekki kaupa hann fyrir mig, og keyptu fyrir mig Heineken. Húlega leiðindi. Já, og gáða mér svo pínulítið af vodka í svona vasapilla. Já. Þú veist, ég kláraði þetta náttúrulega bara svona og fann það fyrst skipti svona einhver áhrif. Já. Og fann bara hvað það var að slökna á haustnum sem ég er búin að vera að reyna að slökkva með tölvuleikjum og svona rebel hegðun, skilur allt þetta þjófnaðurinn í búðum og svona allt þetta kikk sem ég var að leita af, það var bara horfið. Já. Og ég hugsaði bara, þú veist, ég verði að fá meira, þú veist, ég get ekki stoppað hérna, ég var búið með mitt áfengi. Já. Þannig að ég var rosalega glaður þegar það kom einhver maður í þetta framhaldsskóla partí, svona fyrirpartí. Já, búið með það í fyrirpartínu. Þessi þáttur í áskrift. Ef þú vilt heyra meira,
geturðu farið inn á fullorðins.is og nælt þér í áskrift.